Komið sæl, við byrjum hér á að skoða stöðuna á hádegi núna á aðfangadag og þá sjáum við að það er suðlæg átt á landinu með rigningu sunnan og vestanvert landi. Það er lægðin hér við Grænlandshaf sem er að stjórna veðrinu hjá okkur. Þegar við lítum hér fram á kvöldi þá heldur þetta áfram. Það er ekki fyrr en í nótt sem er einhverjar breytingar og þá er snúist til vestlægrar, suðvestlægrar og vestlægrar áttar á morgun. Síðan á laugardaginn dregur úr vindunum og snýst síðan til norðlægrar áttar kvöldi þá. Á hitasvæðinu þá fylgir þessu hlýr geiri núna í dag þessum skilum en í nótt og á morgun þá kemur mjög kalt loft inn og þá er úrkoman að breytast frá rigningu í dag yfir í snjókomu eða él á morgun. Og úrkoman er aðalega að falla sunnan og vestanvert landið núna þessa dagana en í kvöld þegar jólin hringja inn þá líklegt að staðan verði eitthvað á þessa leið hér. Við sjáum hér gular viðvaranir vegna úrkomu vestanvert landið. Það er að gera að hreinsa frá niðurföllum, það er hætta á grjóthruni eða skriðuföllum og vindurinn er hér á Vestfjörðum og svo norðanvert landið einnig alveg að hér að Tröllaskaga og Eyjafirði. Og þar er alveg útlit fyrir að vindurinn verði 18 til 25 metrar á sekúndu. Þessar viðvaranir hér, þær eru allar í gildi nú þegar nema hér á Norðurlandi eystra. Hún tekur gildi klukkan 3 á eftir. Fólk er beðið að athuga lausamuni í nær umhverfi sínu að festa þá niður og ef það hyggur eitthvað á ferðalög með aftægni sem taka á sig vind, þá er að gera að vera vel undirbúin. En þessi sunnanátt hér, hún er frekar hlý. Við sjáum hér þessar tölur eru ekki mjög jólalegar þó að séu rauðar og hér sunnan og vestanvert landi þá er þessi rigning og vindurinn þarna fyrir norðan. Síðan þegar við horfum áfram þá er nú útlit fyrir að það dragi úr bæði úrkomu og vindi þegar líður á nóttina. En þá sjáum við hér í fyrramálið, þá er að bæta í vindinn hér suðvestanvert landið. Það kemur hér gusa nokkuð öflug og það eru aðrar gular viðvaranir á morgun sem gilda frá klukkan 12 til 6 og það er vegna vinds hér á suðvestur hluta landsins, að Suðurland, Faxaflói og einnig á höfuðborgarsvæðinu. En þetta eru 18 til 23 metrar á sekúndu. Það er éljagangur í þessu, það fer kólnandi á morgun en þó er nú útlit fyrir að þetta verði á mörkun, hvort það verði slydduél eða él við ströndina og það þarf ekki að muna miklu á milli hreinlega póstnúmera á höfuðborgarsvæðinu hvort þetta sé él eða slydduél en með þessum mikla vindi þá getur orðið ansi leiðilegar aðstæður. Fólk beðið að gæta vel að þessu. Éljagangur hann er einnig hér á norðvestur hluta landsins en hér norðaustan til þá er nú ekki útlit fyrir að það verði nein úrkoma að ráði. Það er einhver smá rigning austanlands hér í fyrramálið en síðan þegar við horfum fram á annan í jólum að þá er þessi lægð heldur að fara í burtu frá okkur og það er mun hægari vindur sem við sjáum á laugardaginn, stöku él einkum með ströndinni en síðan þegar við horfum kvöldið að þá er svona þegar líður á daginn þá er að snúast til frekari norðlægrar áttar. Sjáum hér það er að kólna allt land eins og vill nú oft gerast í norðanáttinni. Á sunnudaginn þá er nú útlit fyrir að verði stíf norðanátt með éljum eða snjókomu norðanvert landið. Fyrri hluta dagsins hins vegar þá gæti eða er útlit fyrir að úrkoman verði þó nokkur austast og það verði þá rigning sem er ekki á hluti bætandi þessa daga en það er að gera að fylgjast með spánni og athuga hvernig þetta þróast. Sunnanvert landið þá er nú frekar bjart. Það er nú einhverju 10 til 15 metrar á sekúndu þar ef þessar spár ganga eftir en að gera að fylgjast með. En á mánudaginn þá er nú að draga úr vindunum, það er norðlæg átt og snjókoman einnig á braut hér þannig það styttur upp þegar líður á daginn að það er tíðinda minna veður þá heldur en er útlit fyrir á sunnudaginn. En núna í dag það er sunnan hvassviðri eða stormur víða land og viðvaranir vegna vinds fyrir norðan og vegna úrkomu vestanvert landið og þær renna út núna í nótt en aðrar taka við suðvestanvert landið á morgun vegna vinds. Takk ykkur fyrir og gleðilega hátíð.